Já, Viktor, 4-0 sigur, 2 mörk hjá þér, þú lítur að vera sáttur með þetta? Já, gríðarlega sáttur. Fyrst og fremst bara komnir í næstu umferð. Leikurinn var ágætur að mörgu leyti, margt sem mætti vera betra en hérna við má tala ensku á RÚV. Got the job done bara og hérna við erum bara sáttir með það og hérna bara áfram gakk. Hversu mikilvægt það fyrir þig að skora 2 mörk hérna í svona fyrsta opinbera leik tímabilsins, nú styttist í að besta deildin byrji. Hversu mikilvægt það fyrir þig að komast svona á stað með 2 mörkum? Já, bara gríðarlega mikilvægt og náttúrulega bara alltaf ákveðin léttir þegar maður sé boltan fara inn og hérna og hver mörk telja, maður vill skora náttúrulega í hverjum einasta leik, þannig að hérna bara byrja tímabil svona náttúrulega bara frábært og ekki verða 7-2. Einhver óskamóteri í 16. úrslitunum? Nei, bara þetta þarf alltaf að tikka bara einhvern veginn og hérna þetta er erfið leið í úrslitin, þannig að hérna bara hver sem sko, við bara mætum þeim á fullum krafti og ætlum að koma okkur í næstu umferð. Takk hérna. Já, Lárus, 4-0, komnir áfram, þú lítur að vera sáttur? Já, mjög sáttur og var sáttur sérstaklega við fyrri hálfleikinn hjá okkur, spiluðum mjög vel í fyrri hálfleik og staðan 2-0 í hálfleik hefði átt að vera meira en svo seinni hálfleik þá sigldu þessu bara mjög örugglega heim á móti flottu Haukaliði, þeir að gera skemmtilega hluti hérna í Hafnarfirðinum og þannig ég er bara mjög ánægður. Og ertu ánægður með svona hvernig staðan er á liðinu hjá þér núna akkurat á þessum tímapunkti þegar besta deildin er að fara af stað? Já, ég er það. Þetta er svona að skrifa saman hjá okkur. Við höfum búin með fínt undirbúningstímabili þó að við höfum vantað yfirleitt alltaf einhverja leikmenn í leikjunum hjá okkur, hvort sem það er landslýsverkefni eða meiðsli eða menn ekki löglegir. Þannig þetta er að koma saman hjá okkur bara nokkuð vel. Rúnar Már fór af velli þarna eftir 25 mínútur leið og annað markið kom. Er einhver meiðsli eða einhverjar fréttir af honum? Já, Rúnar er búinn að vera með meiðsli í kálfa og hann fann aðeins fyrir þessu og við vorum komin í 2-0 á þessu tímabili, þannig að við tókum hann út af. Svo verður bara að sjá hvernig vikan þróast, hvernig staðan á honum verður. Mega Skagamenn búast við, það er erfitt að sletta svona bikarrönni hjá Skagamönnum í ár. Er það eitthvað svona, sjá menn bikarkeppnina sem svona einna möguleikunum að komast í Evrópu? Ég meina við erum eins og öll önnur lið í þessari keppni, við erum in it to win it sko, það er ekki öðru sem það og nú eru komnir áfram einu umferð og nú bíðum bara eftir að sjá hvernig drátturinn verður og tökum næstu umferð fyrir. Takk hérna. Ja, Guðjón, 4-0 tap hérna, hvernig svona fyrstu viðbrögð? Fyrstu viðbrögð bara lentum í góðum skóla. Liði bara þurfi þessu lið og við bara getum tekið margt út af þessu leik sem við munum nýta okkur í framhaldinu í okkar deild. Nú var svona aðstæður erfiðar að komast hingað og þið voru náttúrulega ekki með fullskipaðan hóp, getur aðeins farið með okkur í gegnum það? Nei, já, það má alveg leiðilegt að væla eftir kannski tapleika en það er hálf svekkjandi að menn þurfa að fórna líf og líma nánast til að keyra einhverju ófærð og skafrenningi og viðbjóð og tveir sem hefðu átt að vera í hópi í dag sem komist ekki og sjúkraþjálfarinn ekki á svæðinu og mér finnst það svona svolítið kærulaust hjá KSÍ að láta hann leik fara fram. En úr því að við náðum allan að koma með liðina og spila og bara áfram gakk. Já, þú klæddir í reimaðar á því takkaskona og Óskar öll líka en komið ekki við sögu? Nei, það var nú bara í einhverju neyð út af því að við höfum ekki nægum mannskap en hérna við viljum bara strákarnir standa á sínu og við vorum til taxi ef það hefði þurft en það þurfti ekki þetta. En hvað var það svona sem að gerði útslagið fannst þér í, því að sko manni fannst á köflum að Haukaliðið stóð alveg í stöðunni 2-0 hérna varu þeir ennþá vel inn í leiknum. Hvað var það svona sem að gerði útslagið fyrir Skagann heldur? Það er bara ákveðin einstaklingsgæði í færum og þessum mómentum sem þið fá. Við spilum alveg fína leik út á velli og allt það en við eigum alveg smá í land og við bara það er margt sem við getum tekið út þessu sem við getum tilengað okkur í okkar leik. En ég leiði þessu bara vel að þessu komnir og við tökum eftir 1-2 ár, þá held ég að við sem tilbúinir hennan slag. Takk hérlega.